4 menn sem sendir voru úr landi nýverið sátu í gæsluvarðhaldi vikum saman grunaðir stórfellda brotastarfsemi. Rannsókn lögreglu er ekki lokið og engin leið að tryggja að það náist í mennina verði þeir ákærðir. Barnaskóli Kársnes tekur til starfa á morgun þótt skólalóðin sé enn ókláruð og hvorki búið að klæða húsin í helluleikjasvæðið. Skólastjórinn segir að öryggi barna sé ekki stefnt í hættu. Ísraelsmenn hafa gert harðar loftárásir á Gazaborg í dag til að undirbúa innrás þangað. Hungursneyðir á Gaza en íbúar segja þó að það skapi hættu að varpa hjálpargögnum úr lofti. Lögreglan segir það hafa verið til bóta að flýta flugeldasýningu menningarnætur til að fólk færi fyrr heim. Talsverður viðbúnaður var í miðborginni og ráðstafanir gerðar til að hindra að bílum yrði ekið inn í mannfjöldann. Þeir kunna vera stuttfættir og krúttlegir, en korgi hundar voru upphaflega ræktaðir til að reka nautgripi. Þessir knáu hundar kepptu í 50 metra hlaupi í Litáen á dögunum. Gott kvöld. 4 menn sem voru til rannsóknar vegna stórfellds fíkniefnabrots voru sendir til Albaníu eftir að hafa setið í 2 mánuði í gæsluvarðhaldi. Mennirnir ganga lausir í heimalandinu og engin leið að tryggja það náist í þá verði gefin út ákæra í málinu. Mennirnir voru handteknir í tengslum við umfangsmikla rannsókn lögreglunnar á Norðurlandi eystra og skipulagðri brotastarfsemi og stórfelldri fíkniefnaframleiðslu. Rannsóknin teygði sig víðsvegar landið, 4 lögregluembætti tóku þátt og húsleit var gerð á 7 stöðum. Lögregla gerði upptæk bæði tilbúin fíkniefni og kannabisplöntur í ræktun en samkvæmt upplýsingum fréttastofu er þetta ein stærsta kannabisræktun sem hefur verið gerð upptæk hér á landi. Mennirnir sátu allir í gæsluvarðhaldi vikum saman en þeir hafa nú allir verið sendir úr landi á grundvelli þess að þeir voru án dvalarleyfis og það talið nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins eða almannahagsmuna. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að mennirnir gætu átt yfir höfði sér þunga dóma vegna umfangs málsins upp undir 12 ár. Lögmenn sem fréttastofa hefur rætt við segja það vekja furðu að þeir séu sendir úr landi áður en rannsóknir lokið og dæmt í málinu. Mennirnir mega ekki koma aftur hingað til lands næstu árin eftir að hafa verið vísað úr landi. Á síðasta ári voru 84 sendir úr landi vegna ólögmætrar dvalar. Þar af voru langflestir sendir til Georgíu eða 35 og Albaníu 20. Það sama var upp á teningnum árið á undan þar sem flestir voru sendir til Georgíu og Albaníu. En fréttastofa hefur heimildir fyrir því að flestir tengdust eða voru grunaðir glæpastarfsemi. Eftir því sem fréttastofa kemst næst er það óvanalegt að menn sem eiga yfir höfði sér þunga dóma séu sendir úr landi. Þá vakna ýmsar spurningar hvort hægt sé að tryggja að það náist í mennina ef ákæra verður gefin út í málinu, þar sem þeir ganga lausir í heimalandinu. Mörg skipulögð glæpasamtök stunda það að senda fólk á millilanda í skamman tíma í senn, sem gerir yfirvöldum erfitt fyrir að hafa hendur í hári þeirra. Lögmaður sem fréttastofa ræddi við segir það umhugsunarvert hvaða skilaboð það sendi að menn séu sendir úr landi við rannsókn jafn umfangsmikilla mála. Búast megi við því að forsprakkar glæpahópa sendi aðra í þeirra stað. Að samaskapi geti verið erfitt að tryggja réttindi sakborninga eftir að þeim er vísað á landi ef ekki er hægt að tryggja að þeir verði viðstaddir fyrirtöku máls. Rannsókn lögreglu er ekki lokið og ekki liggur fyrir hvort mennirnir verði ákærðir. Yfirvöld á Gaza segja að á 7. tug hið minnsta hafi verið drepin í loftárásum Ísraela undanfarinn sólarhring í aðdraganda þess að herinn undirbýr nú innrás á Gaza. Íbúa þar sárvantar matvæli en segja að hjálpargögn sem varpað úr lofti skapi stórhættu. Þykka reykjarmerki hefur lagt yfir Gazaborg eftir árásir Ísraelsmanna í dag úr lofti og með stórskotaleiði. Hamas samtökin sem fara með stjórn á Gaza segir að 64 hið minnsta hafi verið drepin og hátt í 300 særð undanfarinn sólarhring. Ísraels her undirbýr nú innrás og yfirtöku á Gazaborg og hefur kallað út 60.000 varaliða. Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir hungursneyð á Gaza, mikið vantar til að uppfylla brýnustu þarfir almennings þar. Á sama tíma hefur hjálpargögnum verið varpað úr lofti. Það er hvergi nærri nóg og það er nánast slegist þessa pakka. En þeir valda líka hættu fyrir fólk sem verður fyrir þeim.
ترموا بالطيارات هذا حرام. تعالوا شوفوا بيوتنا تتدمرن وكلنا تدمرنا والصغار. حرام هذا، يعني حرام ترموا بالطيارات علينا. وقعت على خيمتي واطفالي صاروا يعيطوا كلهم وتصاوبوا منها. رجاء وقفوا الانزال الجوي، رجاء قتلتونا، احنا ناس بخيم، قتلتونا وقتلوا اولادنا وسرقوا اغراضنا الحراميه، رجاء وقفوه. هذا رعب، هذا مش مساعدات هذول بتوصلهم لنا، هذا الرعب، عندنا صغار احنا عندنا اطفال. Framkvæmdir við nýjan barnaskóla Kársnes eru enn í fullum gangi þó skólinn taki til starfa á morgun. Þungar vinnuvélar eru á ókláraðri skólalóðinni og enn á eftir að helluleggja og klára að klæða húsið. Foreldrar hafa áhyggjur af öryggi barna en skólastjórinn segir enga hætt á ferð. Hér við barnaskóla Kársnes er unnið allan sólarhringinn við að gera allt klárt fyrir skólasetningu á morgun og skólahald sem hefst á þriðjudag. Ljóst er þó að mikið verk er fyrir höndum. Við höfum ekki leyfi til að opna neitt nema að ákveðnar öryggisúttektir, heilbrigðiseftirlit og annað slíkt hafi staðfest að húsið og lóðin sé hæft til notkunar og þess vegna er það til dæmis að hluti lóðarinnar kemur til með að vera afgirtur sem ekki er búið að ljúka. Þetta er nokkuð sem valdið hefur foreldrum áhyggjum en það er svæðið í raun eitt stórt byggingasvæði þar sem unnið er í kappi við tíman á þungum vinnuvélum. Það er fullt af verkefnum eftir og það er auðvitað kannski eitthvað sem að skólar eru bara svolítið vanir að standa í. Þetta er ekki fyrsta framkvæmdalóðin sem að kennarar eða skólastjórar hafa staðið frammi fyrir. Þannig að þetta er bara verkefni sem við erum vön að sníða okkur í kringum. Barnaskóli Kársnes er nýr skóli, leikskóli og 1. til 4. bekkur sem varð til eftir að Kársnes skóla, sem nú er 5. til 10. bekkur, var skipt upp í 2 skóla. Kársnes skóli var rifinn árið 2017 vegna myglu. Framkvæmdir hafa staðið yfir af og á síðan þá og áttið að ljúka fyrir 2 árum. Við höfum þetta bara unnið mjög náið með bæði umhverfisdeildinni og þeim sem er að byggja hérna að koma okkur á þann stað að skólahald geti hafist. Og við erum búið að undirbúa allar skólastofur. 400 börn og 40 leikskólabörn hefja skólagöngu í barnaskóla Kársnes á þriðjudag. Leikskólinn sjálfur er ekki tilbúinn en verður tímabundið í þessu rými með aðgengi út á leiksvæði. Geta börnin alveg fara út að leika sér? Það verður pláss á efri hluta lóðarinnar til þess að fara út að leika sér frá og með þriðjudegi og ef að við teljum að lóðin verði ekki hæf fyrir allan þann fjölda, þá eru þetta kennarar mjög vanir að bregðast við með því að fara í gönguferðir, nota önnur opin svæði í hverfinu. Þannig að við munum aldrei hætta öryggi barna. Er þetta alveg ásættanleg staða? Ég held að þetta skólaumhverfi, eða ég er alveg handviss að þetta skólaumhverfi er búið að bíða alveg ofboðslega lengi eftir þessari byggingu og inni svæðin eru tilbúin til notkunar og svo munu bara bætast við fleiri svæði bara á hverjum degi og í hverju viku. Þannig að eins og staðan er núna þá erum við þetta bara í þeirri stöðu að við viljum fara inn. Við munum ekki hætta öryggi barna en svo munum við sníða starfið í kringum þær aðstæður sem er í skólanum. Gjaldtaka er hafin á ný við Leirhnjúk í Mývatnssveit en aðstæður langt frá því að vera boðlegar að mati fólks í ferðaþjónustu. Viðhald er þegar hafið að sögn landeiganda en ekki tókst að klára verkið fyrir sumarið. Þú þarft að eiga einhvern pening, þú þarft að eiga einhverjar milljónir til að geta farið í framkvæmdir og gert eitthvað og svo geta með bara velti fyrir sér. Er eðlilegt að landeigandinn borgi það og leggi út fyrir því að fullu áður en að hægt er að hefja gjaldtöku. Ákveðið var að hætta gjaldtöku við Leirhnjúk í Mývatnssveit síðasta sumar þar sem landeigendur vildu ekki standa einir að viðhaldskostnaði. Þegar viðhaldsvinna var komin á stað aftur þetta árið hófst gjaldtaka að nýju. Í vor var ákveðið að við myndum þá minnsta kosti reyna að laga pallana út af Leirhnjúki. Þeir svo sem hafa hvorki verið til sóma né kannski alveg hættulausir. Þannig að við gerðum það fyrir utan að það er eftir að laga þarna einhvern sennilega 20 metra kafla. Er ekkert búið að vinna allt á þessu svæði sem þarf að vinna og þarf að gera. En þarna vorum við þó búin að leggja út kostnað sem við vildum fá tilbaka. Fólki í ferðaþjónustu hefur gagnrýnt breytinguna, meðal annars á samfélagsmiðlum, þar sem aðstæður eru sagðar langt frá því að vera boðlegar og jafnvel hættulegar á köflum.
Svo bara spurning í hvað röð eigi að gera hlutina og það eru ekki allir sammála. Landeigendur vilja meina að það sé best að safna fyrir hlutunum og nota svo peningin í að gera úrbætur á meðan að ferðaþjónustan er hins vegar ósammála og finnst heldur ósanngjarnt að rukka ferðamennum aðstæður eins og þessar sem að einhverjir geta notið svo síðar fyrir peningin. Að sögn leiðsögumanns eru ferðamenn almennt mjög jákvæðir fyrir gjaldtökunni en lágmark sé að fólk fái eitthvað fyrir peningin. Ef þú ætlar að gera þetta, bjóddu strax upp á þannig þjónustu sem þú segist ætla að bjóða upp á þetta. Jökulhlaupið úr Hafrafellslóni í Hvítá líklega tekið að réna. Hægt og rólega hefur dregið úr rennsli og vatnshæð í dag. Hún þó enn yfir meðallagi og Veðurstofan telur ekki tímabært að lýsa yfir lokum hlaupsins sem hófst á föstudag. Veðurstofan fylgist með þróuninni allan sólarhringinn og bendir íbúum á svæðinu að hugað mögulegum áhrifum hlaupsins á eignir og búfénað nærri bökkum Hvítár. Þá biður hún ferðamenn að fara varlega í grennd við ána. Ráðamenn í Rússlandi og Úkraínu saka hvor annan að standa í vegi fyrir friðarsamkomulagi og utanríkisráðherra Rússlands segir að vestræn ríki vilji koma í veg fyrir slíka samninga. Enn rætt öryggistryggingar fyrir Úkraínu fari svo að samkomulag náist vopnahlé. Það virðast minni líkur en áður á því að það náist að semja frið eða vopnahlé í Úkraínu. Rússar vilja tala það sem kalla rætur þessa ófriðar. Úkraínumenn og vestrænir leiðtogar vilja vopnahlé áður en lengra haldið. Á sama tíma halda ríki á Vesturlöndum áfram að styðja Úkraínumenn. Síðast í dag þegar forsætisráðherra Kanada mætti til Kiev í tilefni þess að þjóðhátíðardagur Úkraínu var haldinn hátíðlegur. We're investing today $2 billion in new military assistance for Ukraine. 800 million of this will help strengthen Ukraine's arsenal for the most urgently needed defense equipment, drones, ammunition, armored vehicles. Álíka áheita hafa komið síðustu daga þar á meðal frá Svíum og Norðmönnum. Lykilatriðið í friðarviðræðum virðist vera hugmyndin tryggingar fyrir öryggi í Úkraínu, náist að stöðva hernaðinn. Fréttaskýrendur telja að slíkar tryggingar með þátttöku Bandaríkjamanna séu eina forsendan fyrir því að Úkraínumenn vilji ræða við Rússa að gefa eftir landsvæði mögulega. Rússar hafnaði hins vegar að vestræn ríki leggi til herlið í einhvers konar friðargæslu. Karney segir að Rússar eigi ekki að fá að hafa áhrif á það. We are working through with our allies in the Coalition of the Willing and with Ukraine the modalities of those security guarantees on the land, in the air, and the sea, and I would not exclude the presence of troops. Lögreglan segir það hafa breytt miklu að flýta menningarnætur dagskránu 1 klukkustund og að fólk hafi farið fyrr heim. Miklar öryggisráðstafanir voru í miðborg Reykjavíkur og meðal annars settur upp vegartálmar til að koma í veg fyrir að hægt væri að aka bílum inn í mannfjöldan. Viðbúnaður í miðborginni var aukinn þegar fór að kvölda og lögreglumenn af öllum deildum stóðu vaktina. Það voru einhver átök, mikill mannfjöldi samankominn og elfunarástand á mörgum og það verður alltaf einhver átök og bústarar, einhver gistu í okkur, færðum einhver börn í athvarf, helpinuður áfengi. Þá var rúða brotin í Þjóðleikhúsinu. Miðborgin var að nær öllu leyti lokuð fyrir bílaumferð og steyptir vegatálmar voru áberandi sem raðað var þétt upp hvort með annan við gatnamót. Þetta eru látnar svona deltablokkir í kringum svæðið sem er lokað af og það er raunin gert til að tryggja að engin bílaumferð komist inn á svæðið. Það er gert bara til að fyrirbyggja að verða eitthvað slys eða einhver getur komist á bílum og keyrt inn í mannfjölda. Þetta eru í rauninni hryðjuverkavarnir sem voru þarna til staðar í gær. Þetta eru öryggisvarnir. Við erum að tryggja öryggi allra sem eru á svæðinu. Ekkert hafi hins vegar bent til þess að hætta hafi verið yfirvofandi. Hrina ofbeldis í samfélaginu undanfarin misseri var til þess að dagskrá menningarnætur var breytt og henni flýtt 1 klukkustund. En fannst ykkur að breyta miklu að flýta flugeldasýningunni og flýta dagskráni 1 klukkustund? Já, ég allan að persónulega mjög ánægður með það. Þetta náttúrulega þýðir klukkustund minna af styttri skemmtarlíf hjá mörgum klukkutíma og þannig mér finnst það breyta miklu. Fólk var að fara fyrr heim? Já, klárlega. Fólk fór fyrr heim og fjölskyldur fór saman heim, þannig að það var mjög gott. Það var það sem við vildum sjá. Út í heim. Helmingur íbúa Súdan býr við skert aðgengi að mat. Neyðin er hvergi meiri í heiminum að mati Sameinuðu þjóðanna. Kólerufaraldur hefur gert ástandið þar illt verra.
Skert fjármagn, einkum frá Bandaríkjunum, hefur hamlað hjálparstarfiðar verulega. متعانين معاناة شديد من الأكل من المأوى جعانين الأطفال عريانين ما عندنا أي حاجة قاعدين خير ناكل الأنباس ولا موية ولا أي حاجة ما عندنا. Þetta dæmigerð staða hjá þúsundum íbúa borgarinnar El Fasher í Darfur héraði í Súdan. En hún hefur orðið verst úti í borgarastríði sem geisað hefur í landinu í rúm 2 ár. Það hófst þegar upp úr sauð milli hersins og uppreisnar hersveitarinnar RSF sem hefðu gert sameiginlegt valdarán í landinu árið 2021. Leiðtogar þeirra komu sér ekki saman hvernig stjórna ætti landinu. Átökin hafa aðalega verið í höfuðborginni Khartoum og í Darfur héraði. RSF hefur náð til sín suðurhluta Darfur og umsátur þeirra El Fasher hefur kostað fjölda mannslífa. Herinn náði Khartoum frá RSF í mars eftir mikil átök sem lögðu borgina nánast í rúst. What I saw in Khartoum was devastating. It was a decimated city, a Khartoum that was once buzzing with life, almost a ghost town. Ár síðan matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna lýsti yfir hungursneyð í Súdan og staðan hefur ekki batnað síðan. Tæplega 25 milljónir manna skortir mat. Það helmingur þjóðarinnar. 2 milljónir glíma við hungursneyð eða eiga það á hættu og 1 af hverjum 3 börnum glímir við vannæringu. Yfir 40.000 hafa verið drepin í stríðinu og 10 milljónir hafa mist heimili sín. UNICEF segir þetta skapa mikla hættu fyrir börn þar sem barist harðast í stríðinu. Children are dying from hunger, they're dying from disease, and they're dying from direct violence. They're being cut off from the very services that could save lives. This is not just hypothetical, it is a looming catastrophe. Til að bæta gráu ofan á svart hefur skæður kólerufaraldur geisað í landinu, sérstaklega í Darfur héraði undanfarnar vikur. Það sem af ári hafa tæplega 49.000 manns smitast og tæplega 1100 látist af völdum kóleru. Aðalástæðan skert aðgengið að hreinu vatni. Nú nýlokið 10 daga átaki í bólusetningum sem vonast til að slái á faraldurinn. أنا كأم اطمنت شديد إنه اللقاح بتاع الكوري ده أول ما جانا إحنا بقينا مطمنين. En stríðið fljótt að breyta þeirri tilfinningu. Fyrir helgi greindu Sameinuðu þjóðirnar frá því að minnst 89 óbreyttir borgarar hefðu verið drepnir undanfarna 10 daga í árásum á hina umsetnu borg El Fasher. Talan sé líklega hærri. We are particularly horrified that among the most recent spate of civilian killings, 16 appear to have been cases of summary executions. Meðal annars dæmi að maður hafi verið drepinn eftir að hafa sagst vera af ákveðnum ættbálki. Það hefur líka verið ráðist á hjálparstarfsmenn. Engin merki eru að stríðinu sé að ljúka og á meðan þjáist almenningur. وعندنا عجزة وعندنا أطفال من سوء التغذية يعني الوضع سيء جدا يا جماعة رجاء انظر لنا بين الرحمة والاعتبار شوفوا علينا احنا حالتنا أسوأ مما تتخيل. Nemendum í staðnámi við Menntaskóla Borgarfjarðar hefur fjölgað mikið og heimavist verður opnuð á næstunni. Skólameistari segir að tenging við nærsamfélagið sé mikilvæg fyrir áframhaldandi vöxt skólans. Menntaskóli Borgarfjarðar einkarekinn skóli í meirihluta eigu sveitarfélagsins Borgarbyggðar. Skólinn var stofnaður 2007 og 200 nemendur stunda þar nám. Ný heimavist fyrir nemendur verður opnuð á næstunni. Nemendur koma til dæmis úr Dalabyggð og Húnavatnssýslum og Akranes og Hvalfjarðarsveit og þar sem þetta götunum. Og akkurat þessa dagana þá erum við að byggja eða kaupa húsnæði fyrir nýja nemendagarða. Áhersla hefur verið á að efla staðnám við skólan. Og það náttúrulega bara vegna þess að þessi skóli var settur á stopp til þess að efla samfélagið. Halda ungu kynslóðinni meira heima, þannig að hún taki þátt í samfélaginu. Leitað eftir skoðunum nemenda áframhaldandi þróun. Eins og núna hér við skólan búið að stofna, setja á fót kviku sem svona skapandi rými og það einmitt kemur upp úr hugmyndum nemenda. Lífsnám svona áfangakeðja sem kennd við skólan þar sem verið að leggja áherslu á svona praktíska hluti, fjármál, kynfræðslu, kynvitund og svo mætti lengi telja. Allt kemur þetta beint úr samtölum okkar við nemendur. Og nemendur finna að þeirra skoðanir skipta máli. Þetta ekki bara orð, þetta virkilega þannig. Og sérstaklega því við erum svo lítið skóli að þá einhvern veginn hægt að svona, kennararnir geta aðlaga sér að hvað einasta nemenda. Í grunninn snýst þetta bara það að okkur finnst gaman að vinna með ungu fólki. Og við viljum hlusta á þeirra skoðanir, við viljum fá þeirra svona
sýn á framtíð menntunar. Þúsundir áhorfenda mætti í stærsta almenningsgarðinn í Vilníus í Litáen helgina til að horfa á korgihunda sem þangað voru mættir með eigendum sínum hvaðanæva að úr heiminum. Þessir fótstuttu og fjörugu hundar voru upphaflega ræktaðir til að smala nautgripum og þeir eru fljótari í ferðum en margir gæti haldið. Viðburðurinn var fyrst haldinn í Vilníus fyrir 5 árum, þá tóku aðeins nokkrir hundar þátt. Nú voru þeir á annað 100. Það var ekki aðeins keppt í hlaupi, flottasta geltið fékk líka verðlaun. Og þá skulum við gá hvort það verði hundi út sigandi á morgun. Austlæg átt á morgun 5 til 10 metrar á sekúndu en 10 til 15 við suðurströndina og snarpar hviður við fjöll. Víða rigning en lengst af þurrt á Norðurlandi. Hiti 13 til 20 stig, hlýjast fyrir norðan. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Við verðum í beinni frá Ísafirði þar sem bikarhátíð er nýhafin. Karlalið vestra í fótbolta er komið með bikarinn heim í fyrsta sinn í sögunni. Meistarmóti Íslands í frjálsíþróttum sem haldið var á Selfossi lauk í dag. Þar keppti margt af fremsta frjálsíþróttafólki landsins. Og við hittum skíðakonuna Hólmfríði Dóru Friðgeirsdóttur sem er á fullu að undirbúa sig fyrir vetrarólympíuleikana. Ég stend miklu nær þeim núna heldur en ég gerði fyrir 4 árum. Þetta og fleira í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 4 menn sem sendir voru úr landi nýverið sátu í gæsluvarðhaldi vikum saman grunaðir stórfellda brotastarfsemi. Rannsókn lögreglu er ekki lokið og engin leið að tryggja það náist í mennina verði þeir ákærðir. Barnaskóli Kársnes tekur til starfa á morgun þótt skólalóðin séu enn ókláruð og hvorki búið að klæða húsið né helluleggja svæðið. Skólastjórinn segir að öryggi barna sé ekki stefnt í hættu. Ísraelsmenn hafa gert harðar loftárásir á Gazaborg í dag til að undirbúa innrás þangað. Hungursneyð er á Gaza en íbúar segja þó að það skapi hættu að varpa hjálpargögnum úr lofti. Lögreglan segir það hafa verið til bóta að flýta flugeldasýningum menningarnætur til að fólk færi fyrr heim. Talsverðir viðbúnaður var í miðborginni og ráðstafanir gerðar til að hindra að bílum yrði ekið inn í mannfjölda. Fréttatíminn er á enda. Við verðum næst á ferðinni í útvarpinu klukkan 10 og svo RÚV.is í alla nótt. Við sláum botninn í þessa helgi með myndum frá Njáluhátíð í Rangárþingi helgina, þar sem atburðir úr Njálssögu voru sviðsettir með pompi og prakt. Friðþjófur Helgason tók þessar myndir. Verið sæl og takk fyrir samfylgdina helgina.